Nú ætlum við aðeins að kíkja á snúningssamhverfu. Þegar við vorum með spegilsamhverfu þá vorum við með spegilás. Í snúningssamhverfum erum við ekki með spegilás heldur í raun, ekki spegil heldur snúningspunkt. Þetta eru myndir sem að geta snúist þannig að snúningspunkturinn sé innan í þeim. Ef við tökum til dæmis einhverja svona mynd, þá getum við tekið hana og ef við ímyndum okkur að snúningspunkturinn sé hérna innan í, þá get ég tekið myndina og snúið henni. Hérna er ég búinn að snúa henni 90 gráður. Og því ég þarf að horfa, skoða einn punkt, hvað færðist hann og hvað myndar snúningurinn margar gráður. Þetta getur líka verið flóknara. Ég get verið með mynd til dæmis hér og ég get ætlað að snúa þessari mynd þennan snúningspunkt hér. Og þá ger ég það þannig að ég sný, og það fylgir reyndar allt hitt með hjá mér, þá snýst þetta svona. Ég get eiginlega hugsað þetta þannig að ég sé búinn að binda bönd í alla punktana og svo hreyfi ég þetta til þannig að það slaknar ekki á böndunum. Böndin halda í þetta þá þannig að hver punktur í myndinni hér er jafn langt frá snúningspunktinum allan tíman. Og ég er líka búinn að snúa þessari mynd 90 gráður.